Þetta er lestradagbók númer 1 Sölku Völku, Ástin, kafli 1-7. Móttökurnar hjá þorpurunum voru vissulega ekkert bestu, það sem að allir sögðu sitt á hvað og það voru allir fullir og vildu helst ekkert bjóða þeim eitt eða neitt og voru alltaf með stæla gagnvart hver ræður hér og þar, eins og á barnum þegar hún var að biðja aðalmanninn. Þá gekk það mjög illa hjá henni og var allir að gera grín að henni og flissa á þeim og svona. Hvað skyldi fullorðin kona vera að koma með eitthvað krakka á bar? Mér fannst aðstöðunar sem þær eru í, mér fannst hún alltaf vissulega slæmar, þar sem að mamman er skítblöng og búin að vera á skipi, ég man ekki hvað var lengi, en það var allan búin að vera helviti lengi út á sjó og henni var að líða illa og eru bæði að leita sér að skjóli hana í byrjun á bókinni og eru ekki með mikið pening eins og ég nefndi áðan og reyna ýmislegt til að fá ekki nein svör strax fyrir en að lenda hjá gamla fólkinu hana. Mér finnst mæðgurnar svo sem alltaf lagi, ég er meira Salka Valka skemmtilegar en mamman. Mamman byrjar svolítið vel og allavega eins og við erum komin á núna, þá finnst mér mamman vera svolítið mikið aukapersóna bara. Þangað til leið og Salka Valka finnur hana fyrir minni ást, þá finnst mér, eða minni ást, þangað til hún átt að sjá því að mamman sé ekki bara mamman hennar, heldur í önnur persóna líka, sin eigin persóna, þá finnst mér mamman vera svolítið mikið aukapersóna. En Salka Valka er fyndin, hún reynir að blóta hana og eins og með strákir hana hálfa danan hana. Það var skemmtilegt þegar hann sagði henni grjóthaldi kjafti og alla lemjana og hún sagði þegið fyrir sjálfur og eitthvað svolítið lélegt að svara fyrir sjálf á sig. Ég sé fyrir mér að kennarinn hennar strákurinn, ég man ekki hvað hann heitir, að þau byrja saman eða þó hún verði svona strákastelpa og flytji með hann eitthvað. Ég held allan að hann verði stór persóna í þessu. Mér gekk hörmulega að lesa, ég var mjög erfitt með að lesa þetta. Ég er með rafbók, ég fekk mér áskrift á Storytel til að aðstoða með það. Já, ég er ekki með bókina sjálfa í höndunum, en eins og ég með rafbók og Storytel hjálpaði svolítið mikið af því að ég týnist svo mikið þegar ég er að lesa svona mikið. En já, svona overall þá er þetta svona alltaf lagi. Ég ætla ekki að vera að framlengja svo mikið meira, ég er búinn að svara því sem ég ætlaði að svara og finnst óþarfi að vera að framlengja svo eitthvað mikið lengur. Takk fyrir.